Já, góðan daginn og verið velkomin í KA-TV, kæru áhorfendur. Hér síðasti dagurinn á opna norðlenska að byrja og við byrjum á leiknum bronsið. Það hörkuleikur hérna milli tveggja liða sem að munu mætast í vetur í grillinu. Það eru Þórsarar og Selfyssingar. Bæði lið í hörkuleik í undanúrslitunum. En fáum vonandi flottan slag hérna. Það gestirnir frá Selfossi sem byrja og vel varið fyrsta skot hérna. Og Þórsararnir keyra upp hraðan, opta fyrir Odd Gretarsson og það endar að sjálfsögðu í markinu. Oddur gríðarlega öruggur í sínum aðgerðum. Þetta er svo sem fyrrum landsliðsmaður og það kemst ekki þá stöðu á þess að vera alvöru leikmaður. En áfram með smjörið, 1-0 fyrir Þórsarana og Selfyssingar þeir voru að helta HK allan leikinn í gær en komu alltaf tilbaka og voru ekkert langt frá því að stela sigrinum fyrir komast marki yfir 5 mínútur liðu leiks en HK náði að snúa leiknum sér yfir. Hér svo brotið á honum Hákoni Garra. Hákon opnaði fyrir Alvaro með skot, það varið. Þórsararnir ná frákastinu, keyra upp hraðan á Oddur Gretarsson í gegn og skorar, já. Oddur var í strangri gæslu þegar Þórsararnir mættu KA á fimmtudaginn. Hann kom með fyrstu 2 mörkin hér gegn Selfyssingum. Þessi segi gríðarlegur styrkur fyrir Þórsarana að fá Odd Gretarsson heim. Hann koma frá Þýskalandi sem er búinn að spila í rúman áratug. Og ekki skemmi heldur fyrir að fá Hafþór Má Vignisson líka. Skiptir ekki svo miklu máli að hafa alvöru félagsmenn. Við erum, eins og segi, þessu fyrir sitt eigið félag, alvöru Þórsarar. En já, ég minni svo á eftir klukkan 2:30 úrslitaleikur mótsins þar sem KA og HK mætast. Frábært að fá þessa æfingarleiki hérna norður og bara mikið hrós á Selfyssinga og HK að mæta norður. En það kemur skot, frábærlega varið af vörninni en endar í horninu hjá honum Guðjóni Baldri en enn hann Kristján Páll að verja. Kristján Páll átti mjög góðan leik á móti KA en daginn líka, heldur áfram hér. Kemur Alvaro og Binni með góða vörn, hann klókur, hann að vera bíður eftir hreyfingunni hjá honum Hákoni Garra. Kemur skotið utan, þetta betra, góð blokkering og Tryggvi nýtir sér hana vel og gerir fyrsta mark Selfyssinga. En Binni fljótur að refsa, kemur enginn út af mótunum. Selfyssingar ennþá komið sér fyrir í vörninni og Binni nýtir sér það til fullnustu, kemur Þóri 3-1. Og þetta skot framhjá frá Guðmundi og kemur boltinn fram og hann Garðar Már að refsa. Þórsararnir komið með 2 pjúra hraðalismörk á fyrstu 4 mínútunum og leiða hér 4-1. Greinilega þeir ætla að keyra upp hraðan. Og stefnir í svipaða byrjun hjá Selfyssingum eins og í gær. Lentu 6-2 undir gegn HK og þetta skot framhjá svo boltinn fram á Odd en þessi ansi erfiður og Selfyssingar
fá annað tækifæri á minnkinamunin. Alvaro að finna línu, frábær varnarleikur, sjáu þið hjálpavörnina hjá þeim. Það eru eiginlega 4 komnir hérna til þess að loka. Og þetta er vítakast, hárrétt. Vel gert hjá Hákoni hérna. Og þá er það Tryggvi sem fer að punktinn. Og hann skorar. Já, Tryggvi Sigurberg að gera annað mark Selfyssinga. Já, fín vörn á að loka hérna á Þór Tandra á línunni. Eins og segi, þessi lið munu mætast í vetur í grillinu og það er klárlega líklegt að þessi tvö lið séu verði í baráttunni efsta sæti deildarinnar. Þetta er eins og ný sókn og skot á markið. Og hér svo dæmt gult spjald á Guðmund Steindorsson. Þá fá Þórsarnir aftur nýja sókn. Alvaro var að biðja hendina upp en þá voru þið nýbúnir að fá nýja sókn, þannig að það var ekki mikið bak við það. En hérna koma Þórsarnir, Hafþór, lítið svæði, Oddur Grettisson úr þröngu færi, frábærlega að klára hjá honum. Nákvæmlega eins og það átt að gera, stekkur vel út í teginn, opnar aðeins færið og skrúfa svo boltan listilega í fjárhóttnið. Já, eins og ég segi, þetta verði algjör veisla að fylgjast með Oddi í grillinu með Þórsarunum. Komum með 3 mörk hérna eftir 6,5 mínútu og Þórsarnir leiða með þessum 3 mörkum. Þetta er einfaldlega stólinn bolti og Oddur í gegn og skorar. 4 markið Oddi Grettissyni og staðan var í 6-2 sem er nákvæmlega svona staða og Selfyssingar lentu í gær. Hafþór Vignisson með góða vörn svo í kjölfarið. Já, mjög góð byrjun Þórsara hér og enn veran Kristján í markinu, frákasti hjá Þórsarunum. Keyrir upp hraðan hérna, Oddur Grettisson í gegn og eftir að laumar með hausinn hérna og sýnist nú hann Jón Þórarinn ekki alveg hafa haft húmor fyrir þessu. En blessunlega var þetta laus bolti sem hann fær hann í sig. En já, 8 mínútur búnir á leiknum og Þórsararnir líta ansi vel út. Og þetta er virkilega vel gert. Frábært mark hjá Hákoni. Setur boltan hérna á gólfinu í stönginu og aftur er þeir að setja boltan á andlitið á honum Jóni. Jæja, þetta sem betur fer í öxlina á honum þetta skiptið. Þannig að Þórir Tandri sleppur. En ég segi bara svo að gamla skólanum skjótið á marki strákar. Hættið þessum vippum hérna. En Jón Þórarinn byrja leikinn vel. Í marki Selfoss komið með nokkuð bolta núna. Það er mikilvægt, hann var svo sem stóru hlutin að þau komið sér aftur inn í leikinn í síðari hálfleik gegn HK. Og þetta er á sama tíma vel gert hjá Hákoni Garra. Minkar þetta í 6-4.
Eins og ég var að segja í gær, það var orðið 5 marka munur á HK og Selfoss. Þá fór hann Jón Þórarinn í gangi í markinu, endaði með einhverja 7 varða bolta eða allir seinni hluta síðari hálfleiks og Selfyssingar voru skyndilega komnir yfir og þetta er furðuleg ákvörðun hjá Binna og Selfyssingar refsa. Alvaro, já, skorar. Allt galopið fyrir Binna en hann ætlar að koma boltann á línuna. Gengur ekki og mark í baki í staðinn. Og Þórður Tandri svo í kjölfarið á línunni. Já, Þórsararnir eins og ég segi, þeir eru að spila hraðan bolta. Taka hraða miðju og reyna að keyra setja í byggjuna. Þetta er frábær hreyfing hjá honum Tryggva. Miklu harðfylgi nær að losa sig frá manninum og þá er allt galopið fyrir framan hann. Minkar þetta í 7-6 og þessi leikur er heldur betur að opnast aftur. 10 mínútur á klukkunni og eins og ég segi, þetta verða vantarlega 2 aðaliðin í grillinu. Þórsarar rétt mistu á sæti í Ólafsdeildinni í fyrra. Töpuðu umspilinu í hreinum 8 leik. Það verður ekkert mikið tæpar en það. Selfyssingar hins vegar fjallu úr Ólafsdeildinni í fyrra. Það er alveg klárt að segja að markmiðið er skýrt í vettur í þessum liðum. Hérna opnaði Þórsarar fyrir Garðar og Garðar setur hann nær og skorar. Og það sýnist Aron Hólm hafa fengið hérna högg á þumal sem að er þetta versta sem lendir í handboltanum. Þumalinn er ansi mikilvægur í því að kasta og grípa. Kemur þetta út á þetta er vonandi ekki mikið en eins og segir þetta er alltaf mjög óþægilegt í handboltanum að þumalinn er ekki alveg í toppstandi. En já, 8-6 fyrir Þórsarana hérna. Og hvað hér? Mikill hasar á línunni og það eru 2 mínútur á Brynjar Hólm. Binni eins og venjulega í lykilhlutverki í vörninni. Stóra staðilur og er alltaf settur alltaf í hann helsta hasar. Þannig að það er mjög algengt að hann fái 1-2 brotthúsunni í leik. En jæja, Selfyssingar manni fleiri núna. Boltinn í hornið. Nei, það segir þeir þurfa að fá betra flota bolta, nýta liðsmuninn. Þetta er vel gert. En hann er ekki að losa boltan í hornið sem ég held að hann myndi gera Tryggvi þarna. Tryggvi inn á línuna og þetta er gott færi og hann klárar þetta vel, hann Elvar Elí Hallgrímsson. Minkar þetta í 8-7. Þórsararnir henda eðlilega í aukamann í sóknina. Þetta manni færi. Arnór inn á línuna og þetta er vel gert en þetta er vítakast. Góð varsla hjá Jóni Þórarni en klárlega brotið á Þóri Tandra þarna og þetta er víti. Á punktin fer svo Oddur Nokkur Gretarsson. Fyrsta víti leiksins, Oddur leitar að sínu 5. marki og það kemur hér. Nær að fá Jón Þórarinn til að stíga all hressilega í markinu og lauma svo boltanum fram í honum. Þetta er víti hinum megin. Virkilega vel gert hjá honum
Jónasi, sýnist mér. Þeir eru 2:23, en ég er alltaf smá vandræði með að þekka þessu undur. En þetta er eins og vel farið á Kristján í markinu, verð vítið frá Tryggva og Þórsarnir ná frákastinu. Og Þórsarnir áfram með frumkvæðið hérna. Hafþór á Binni núna lappar í gegn og skorar. Já, Binni greinlega meira að leita því að mata liðsfélaga sína. Ætlaði að finna Odd í horninu hana en opnunin var hans. Hann á endanum nýta sér það. Alvaro með flotta yfirvartarfintu, prjónar sig í gegn og skorar. Já. Vel gert hjá honum, minnkar þetta í 10-8. Þórsararnir halda áfram að reyna keyra upp hraðan og finna svo Odd Gretarsson á línunni og hann skorar. Boltinn fer hérna létt í höfuðið á Jóni, sýndist mér, en hann stein liggur eftir en vonandi er í lagi með hann. Oddur byrði sitt afsökunar. Þeir takast í hendur og blessunlega er allt í góðu. En Selfyssingar taka svo leikhlé, staðan hérna 11-8 og með alveg magnað að pæli því að í gær þá tók hann Carlos Santos þjálfari Selfyssinga leikhlé á 15. mínútu í fyrri hálfleik og í seinni hálfleik og gerir nákvæmlega sama hér. Hvort þessi tilraun eða hvort hann vilji bara alltaf taka hálfpartinn hálfleik í hverjum hálfleik, það er hann pæling. En sjáum hérna markaðastu leikmenn. Oddur Gretarsson markaðastur á vellinu með 6 mörk. Tryggvi hjá Selfoss með 4. Þetta er eins og ég segi 2 hörkulið í grillinu sem að væri gaman að fylgjast með. Ég býð alltaf spenntur eftir grilldeildinni. Ég er rosalega gaman af baráttunum sem er þar, að efsta liðið fari beint upp og svo sé þetta umspil. Og hérna alveg klárt mál að þessi 2 lið verða í hörkubaráttu við hvort annað. Og svo góð vörn hjá honum Frikka. Skotið svo verið utan þetta. Þetta var skemmtileg hreyfing af Vilhelm. Kemur þetta með fína skotfintu og býr sér til pláss sem hann nýtir sér svo vel. Binni bara fríkast, búið að brjóta pinna þarna fyrir sendinguna. Það þarf að gefa 2 fyrir fót þarna. Arnór Þorri skiptir þetta við Haffi skorar en búið að brjóta honum og líklega búið með skrefi líka. Áfram Gakk bara. Arnór Þorri með þetta er skotið hans
alvöru negla af gólfinu. Alvöru styrkur í þessum úlið. Vel gert. Og svo ver síðan hjá Binna metaskot. Býr nú líklega í síðu hverfinu líka. Vel gert hjá honum. En Selfyssingar halda sjálfsögðu boltanum. 17 mínútur að koma á klukkuna og hérna missaði boltan. Frikki setur hann fram á Odd. En Oddur þarf að finna samherja. Og hann gerir það í Hafþóri Má. Og Hafþór skorar. Já, aftur að skilja leiðir milli liðanna og hérna. Og já, Selfyssingar fá fríkasti hérna. Þetta er skref, hárréttur dómur. Þetta var klaufalegt hjá Antoni Breka. Og sama tíma missa Þórsararnir svo boltan út af. Þetta er fín hreyfing og hérna fer Frikki aðeins aftan í hann Anton Breka en bara fríkast. Það var alltaf smá óundartilfinningu þegar leikmenn í loftinu og fá smá pús. En allt í góðu þarna. Og hann brotið hérna á Vilhelm Frey núna. Selfyssingarnir þurfa að hætta þessu móði. Þetta er aðeins of hægt og einsleitt hjá þeim. Svo í kjölfarið ver Kristján þetta skot. Vel gert hérna hjá Arnóri inn á línuna og Frikki nær boltanum á endanum og skorar. Já, Þórsararnir að stinga af hérna, komnir í 14-9. Já, góð hjálparvörn núna hjá Hafþóri. Já, Hafþór stelur þessum bolta. Gengur ekkert upp hjá gestunum hérna síðustu mínúturnar og Þórsararnir eru heldur betur að ganga á lagið. Tímyndur rétt rúmar eftir að þessum fyrri hálfleik og Þórsararnir búin að gera núna 3 mörk í röð. Kemur Haffi inn á línuna, Þórir Tandri og þetta er því að klára hjá honum. Laumar honum á fjarstöngina. Og svo enn eitt varði skotið hjá Kristjáni Páli. Kristján Páll þessi var mjög góður á móti KA á fimmtudaginn og heldur því áfram hér. Og svo heldur Hafþór Már áfram að skora. Og Selfyssingar taka annað leikhlé, nýbúinn að taka leikhlé en Carlos Santos hefur séð nóg í bili, tekur aftur leikhlé en það skyndilega 7 marka munur á liðunum. Þórsararnir er búin að gjörsamlega taka yfir hennar leik og er að keyra yfir Selfyssingarna 16-9, ekki langt síðan að Selfyssingar voru búin að jafna. Já, þetta leikhlé ekki alveg gengið upp hjá honum Carlosi áðan og Þórsararnir keyra yfir á hérna, en hann tekur aftur leikhlé aðeins 5 mínútur síðar.
Eins og ég gleymi því svo sem ekki að Selfyssingarnir sýndu það frábærlega í gær í bæði fyrri og seinni hálfleik. Þeir gefa sig aldrei upp, komist í bæðskiptin aftur tilbaka inn í þetta. En hingað til hafa Þórsararnir einfaldlega bara verið betri aðilinn, það bara þannig. Skútið utan og Kristján missir hann greinilega örlítið inn, já, ok. Ætlaði að fara að hrósa fyrir góða vörslu en hann missir hann aðeins inn fyrir og Valdimar skorar hérna. Hér steinliggur Hafþór. Já, Sigurður Magni, annar dómarinn og var innri dómarinn þarna. Fyrri markmaður, hann ætti nú að vita nákvæmlega hvernig markið liggur og hann metur sem svo þessi bolti hafi farið inn. Já, Kristján Páll ekki langt frá því að bæta við vörslu þarna. En mikilvægt mark fyrir Selfyssingarna þarna, koma sér aftur aðeins inn í þetta. Staðan hérna 16-10. Arnór Þorra og Arnór Þorri tekur Barbasinski, já. Úrvalsfærið hérna, þetta var vel spilað hjá Þórsarunum en Arnór Þorri setur góðan Barbasinski og í staðinn kemur fínt færi í hotnin fyrir Selfyssingarna og hann Guðjón Baldur klárar þetta vel, já. 5 marka munur núna. Hafþór á Arnór Þorra, Arnór Þorri reynir að finna línuna. Og þetta er svo fótur á Þór Tandra. Já, þetta aðeins að snúast aftur. Frábær hreyfing, opna hotnið og Kristján Páll grípur einfallega boltan. Já, það lítur svo illa út þegar þú tekur vippuna og það að markmaðurinn ekki bara verið heldur grípur frá þér. Þórsararnir fá þá aftur tækifæri á að koma upp í 6 mörk. Já, skotið í stöngina þarna. En Heiðmar fær fríkasti. Já. Þetta er vel gert hjá Þórsarunum. Sjáum að Þormar, hann hótar innleysingunni, bakkar svo útúrinni og talningin ruglaðist aðeins hjá gestunum í kjölfarið og hann fær þetta fínt færi sem hann nýtir vel. Kemur Þórsarunum í 17-11. Já, lausbolti í teig Þórsara og þeir keyra hérna áfram en fín stöðun hérna hjá Guðmundi en Þórsararnir halda áfram. Hafþór næstu upp með kóðboltan og Þór Tandra en fríkast fyrir Þórsarana. Arnór Þorri með skoti, það er í slána og
Selfyssingarnir reyna við hraðhlaupið, það gengur ekki og næstu því mark hins vegar. Boltinn af stunginni, þetta hefði verið mark mótsins. Þrátt fyrir að fengið sko bæði á fimmtudaginn og föstudaginn sirkusir allan völlinn, þá hefði þetta heldur klálega að topa það. Kemur Haffi inn á línuna, Þórður Tandri skorar, sjáu hvað Hafþór Már góður alvöru skorari en getur líka heldur betur búið til fyrir liðsfélaga sína og eitthvað segir mér að það sé verði algjör veislaður Þór Tandra að vera á línunni í vetur. Átján 11 hér. Tæpar 5 mínútur eftir þessum fyrri hálfleik og Þórsararnir með Hansi gott taka á þessu. Boltinn á línuna og þetta já, vel gert. Valdimar Örn kemur sér í góða stöðu á línunni hérna og minnka muninn. Kemur í vinstri skyttuna hjá Þórsarunum hann Leo Friðriksson. Strákur sem að átti eitt leik í Ólstæðinu með Káa síðustu leiktíð en hann með skot sem gripi hérna og Selfyssingar snúa vörn til sókn. Þetta skot meðfram horninni inni og Anton Breki gerir þetta vel. Garði 18-13. Kemur Leo hérna inn á miðjuna. Smá vandræði menn finnur svo samir í endanum. Þetta skot tiltölulega þægilegt fyrir Jón í markinu. Boltinn svo fram hérna en sendingin aðeins svo aftarlega fyrir Guðjón Baldur. Þannig að ekkert verður úr þessu. Þetta vantarlega víti, já, hárrétt, hann inn í teig. Hann Þormar. Og á punktinn fer þá Guðjón Baldur. Já, skorar. Finnur leiðina fram hjá Kristjáni Páli. Og minnkar þetta í 18-14. Rétt rúmar 2 mínútur eftir á þessum leik. Og að þessu fyrirhálfleik ætla að segja vonandi svona fyrir okkur hlutlausu fáum við meiri spennu í þetta að Selfyssingarnir náðu aðeins að koma sér nær. Brotið hérna Hafþóri. Já. Reyndi hérna að finna línuna en ég segi Sævar og Sigurðarliðið mig að það er með mjög skýra línu. Það kemur að því að menn fá smá tvöfaldan séns ef þeir reyna að losa boltan ef það er brotið á þeim. En á sama tíma vel gert þarna Heiðmar í kjölfarið. Skorar hérna gott mark eftir gegnumbrot og í kjölfarið fá þeir víti hérna. Og aftur klárar hann vel. Hann Guðjón Baldur ætlaði að segja. Sýnist þér á röng staða á töflunni í húsinu. Lögum það. En í sama andrá kemur gott skot
Á gólfinu undirhanda skot þarna frá Hafþóri. Já, staðan orðin rétt á töflunni núna. 20-15. Hotnið, þetta er fínt færi og við klára á nær þarna hjá Guðni Baldri. Raði mörkur núna. Finnur línuna og Frikki setur boltann í slána. Frákast í há Selfyssingunum og þessi bolt er inni. Já. Boltinn hefur komið inn fyrir áður en að flöyti gellur og ég er sammála Siguróla dómara þarna. Þessi bolti er komin inn. Frábærlega gert hjá Patriki Þór Guðmundsssyni og til þess að staðan er 20-17 í hálfleik. Mikið skorað og já, áhugavert að sjá hvernig þessi seinni hálfleikur verður. Þórsararnir klárlega betri aðilinn en Selfyssingarnir eins og í gær tekið kafla. En kíkjum á markaskorurina hjá Þórsararnir fyrst. Oddur Gretarsson markaðasti með 6 mörk, þar af 1 úr víti. Þórður Tandri Hafþór Már báði með 3 mörk, svo er Garðar og Brynjar Hólm báði með 2 mörk, Friðrik og Arnór Þormar og Heiðmar allir með 1 mark og svo er Kristján Páll búinn að verja 7 skot í markinu. Hjá gestunum á Selfossi, þar er Guðjón Baldur og Tryggvi Traustason báði með 4 mörk, Alvaro og Jónas báði með 2, Elvar Elí, Patrikur Þór, Valdimar Örn, Anton Breki og Vilhelm allir með 1 mark og í markinu er Jón Þórarinn með 5 varða bolta. Kíkjum kannski östuð á tölfræði liða. Sjáum hérna 20-17 Þórsarar í vil eftir fyrri hálfleikinn. Þórsarar með 71% skotnýtingu, Selfyssingar 68%. Sjáum að Selfyssingar hafa fengið 4 víti, nýtt 3 þeirra. Þórsarar fengið 1 víti, nýttu það. Þórsararnir skoruðu mest 5 mörk í röð þegar þeir breyttu stöðunni úr 11-9 í 16-9. Selfyssingar mest skora 3 mörk í röð. Selfoss aldrei yfir í leiknum. Þórsararnir sjáum við það hafa þessum 30 mínútur sem búnar eru verið yfir í 29 mínútur og 12 sekúndur og mest verið 7 mörkum yfir en munurinn 3 mörk í hléinu. Og eins og ég segi, sjáum við þetta bæði er markvarslan betri á Þórsarunum en einnig líka fleiri tapaði boltar hjá Selfyssingum. En rétt á tökum okkur endanlega pásuna, kíkjum við aðeins á tímalínuna. Sjáum þetta aftur, Þórsararnir með gott tak á sig í fyrri hálfleik. Og verðskuldað yfir í hálfleik en eins og ég segi, Selfyssingar er búin að koma með allavega svona 2 fína spretti og þetta er ennþá galopið fyrir síðari hálfleik en við tökum okkur smá pásu, komum svo fersk í seinni.
Já, þá erum við að vera klári í síðari hálfleikinn. Þórsararnir leiða 20-17 í þessum grilldeildarslag hérna bronsið á opna norðlenska mótinu. Einhverjir vilja kalla sjallamótið, en það eru orðið nokkur ár síðan að þetta mót hætti að heita sjallamótið, þó að það sé vissulega nostalgía að rifja það upp. En gæti nú alveg vel trúa því að einhverjir leikmenn hendi nú í sjallanum í kvöld. Það er gott að vera. En já, síðan hálfleikurinn fara af stað. Þórsararnir finna Þór Tandri á línunni og Þórður Tandri skora stöngin, vel klára hjá honum. Svo að Selfyssingar hafa sett Alexander Hrafnkelsson í markið. Og góð vörn hjá Þórsararnir svo í kjölfarið. Já, þessi Jón Þórarinn var með einhverja 5 varðabolta í fyrri hálfleiknum fyrir Selfyssinga. Nú er komið að Alexander Hrafnkelssyni, Carlos bara eins og í gær. Það virðist til að skipta hálfleikinu á milli þeirra. Tryggvi fyrir þetta utanvert og komin Hansi utanvert. Góð vörn hjá Hafþóri. Höndin upp og Alvaro að finna línuna. Þórður Tandri grípur hennar bolta og Aron á Odd, en komast á milli og ætla að reyna að skilja Odd eftir. Eru í smá yfirtölu hérna og Alvaro fer það bara sjálfur, hóta sendingu í hornið og fer svo milli 1-2. Vel gert hjá honum. Ingard í 21-18. Binni sem er skot hátt yfir. Hóttið fram hérna, já. Og þetta er vel gert hjá Selfyssingum, fljótir að refsa. Patrik Þór skorar hérna. Nýtmiður sending yfir völlin frá Alexander úr markinu. Og Selfyssingar minnka því 21-19. Áfram sveiflur í leikjum Selfyssinga. Virðist vera í blóðinu þeirra að spila svolítið sveiflukennda leiki. Þetta er vel gert, en eru Þórsararnir að finna Þór Tandri á línunni og hann er að klára snyrtilega. Og Selfyssingar stilla upp. Smá hasar á línunni, en það er svo sem partur af handbolta. Þarf að vera eitthvað alveg ekstra að menna að beða einhverja refsingu fyrir svona. Og hérna missaði boltan og Aron uppvöllin á Garðar, en vel gert, virkilega vel gert hjá Elvari Eli Hallgrímssyni þarna. Brunnið tilbaka, kemst inn í sendinguna og Selfyssingar vinna boltan. Já, svolítið tapaði bolta hérna núna síðustu á þessum fyrstu mínútum síðari hálfleiks. Þórsarar áfram 3 mörkum yfir. Skotagólfinu hérna á þetta af vörninni og svo af Kristján Jó í markið. (22-20) Selfyssingar að hóta því að koma sér betur og betur inn í þetta áfram. Kemur Haffi, keyrir á þetta og reyna að finna línuna, gengur ekki, hann nær boltanum aftur og fer bara sjálfur og skorar. Já, smá heppni með Þórsarum hérna, en Óta skapar eigin heppni líka. Agaði svo tilbaka og hann á að loka á setjumbyggina. Eða hvað, þetta kemur svo færið þetta hinum megin og listilega vel klárað hjá Jasoni Degi Þórissyni.
smýr boltan út í stöng fjær og minkar þetta aftur í 2. Binni stoppar þetta af Alvaro. Góð vörn. Kemur Haffi og hvað hér? Það skellaði saman. Var alltaf galopnast þarna fyrir Haffa en lágu þetta 2 og hér er Þóruð Tandri koma aftur á fætur. Mér sýnist þér þetta nú að sleppa því að refsa einhverjum fyrir þennan hasar fyrir Sævar og Siguróli. Áfram Gakk. Aron á Binni milli þetta 2 og klárar þetta vel. Vel gert hjá Aronu þarna. Og Binni svo klára að koma á strauginu. Hann var hérna komnir í yfirtölu en slök sending hérna. Tapar boltanum og Aron í gegn. Nei, setur boltan í stöngina. Og Selfyssingar sleppa með skrekkinn. 6 mínútur á klukkunni hérna í seinni hálfleik og áfram 3 marka munur. Línuna gengur ekki, það er fótur í kjölfarið. Og Selfyssingar halda boltanum. Binni fastu fyrir hérna, góð vörn. Alvaro var að fara aðeins og langa leið hérna gegn. Binni bara stoppar hann og hér stelur Þóruð Tandri boltanum. Þórsararnir keyra upp og Oddur Gretarsson í gegn og laumar boltanum yfir hann Alexander í markinu. Vel klárað hjá Oddi að vanda og það opnaði svo hornið Þórsararnir. Nei, Selfyssingar ætlaði að segja. Og Patrekur klárar þetta vel. Gefur sér góðan tíma í loftinu og slúttar vel. Aron og Þór Tandra og Þórður fær væntanlega víti, já, ekki nokkuð spurning með það. Já, þessi Þórsararnir með gríðarlega sterkt lið og ég myndi nú alltaf svona fyrirfram að reikna með að þeir klári grilldeildina. En það eru fleiri sterk lið í deildinni og eins og Selfyssingar. Það eru þetta frábær handboltahefð á Selfossi og þeir eru að byggja upp spennandi lið eftir þetta fall úr Ólafsdeildinni. Svo má ekki gleyma því skemmtilega starra sem er á Ísafirði. Hörður með mjög metnaðfullt plan í þeirra uppbyggingu og það er ótrúlega gaman að sjá við séum að fá fleiri félaga kraft inn í handboltan og Hörður hefur heldur verið að gera það síðustu ár og svo alltaf við Víkingarnir þarna líka en stefnir í við fáum virkilega harða og spennandi baráttu í grillinu en hérna er vítakast og Guðjón skorar. Guðjón Baldur hafði skorað sitt 5. mark hér í dag. Minkar þetta í 26-23. Binni bara að fara sjálfur en
Góð hjálpavörn hjá Tryggva þarna. Binni á Þór Tandaráð. En Þórður að skapa alls konar vandræði fyrir Selfyssinga. Að rykkja hérna hægri vinstri, tekur blokkir hérna líka og að sýna það að hann allra besti línumæðurinn í þessari deild. Með skoti hérna gólfinu en Kristján með góða vörslu, hendur hann fram á Odd Gretarsson og Oddur skorar. Heldur áfram að lauma honum bara yfir Alexander í markinu. Og Selfyssingar fljótir að refsa Alvaro. Allt galabað fyrir hann hérna. Minnkar þetta í 24. 20 mínútur eftir á þessu leik og áfram eru Þórsararnir með gott tak á þessu. En gestirnir frá Selfossi eru klárir í að koma sér betur inn í þetta. Það fá tækifæri til þess. En hér gera Þórsararnir breytingu sínu liði. Oddur Gretarsson fyrir að velli. Sannlega búinn að segja sem síðasta í þessum leik. En meðan ég er að tala um það, þá kemur góð hreyfing hjá Hafþóri. Prjónar sig gegn og skorar. Og 9-24 hérna. Þessi vantarlega að fara að koma fleiri breytingar á liðinu núna á næstu mínútum. Þetta er jú æfingamót. Farið hérna harkalega í hann Alvaro, en allt í góðu. Þetta er bara lögleg stöðun hjá Arnviði Braga. Og hér fer hann aftan í og nýkomin inn á átti þarna fast brot þarna á Alvaro og svo lendur hann aftan í hérna og þetta er 2 mínútur. Getur nú lítið sagt við þessu þó hann hafi reynt aðeins. En Þórsarar manni færri núna þessi 2 mínúturnar. Þórður Tandri stilur þessum bolta. Góð vörn á Tryggva. Fljótur tilbaka og er að loka á þetta. En Selfyssingarnir verða að nýta yfirtöluna betur. En svo sem eins og staðan er núna. Það eru Þórsararnir bara einfallega skrefinu framar heldur Selfyssingarnir. Enda Þórsararnir komið með hörkulið og þetta er vantarlega víti á Hafþór með flotta hreyfingu og sækir þetta víti. Á punktinn fer Þórður Tandri á. Oddur búinn að vantarlega segja sitt síðasta í þessum leik. Þórður Tandri skorar og lögum boltanum undir Alexander í markinu og kemur þessu aftur í 6 mörk. 40 sekúndur eftir að brottvísun Þórsarana. Selfyssingarnir þurfa að nýta sér liðsmunnin. Tryggvi hérna og ítt hressilega í bakki á honum, hann fær ekkert. Já, ég skýr hann hérna, vera svolítið pirraðan hérna. Ítt úr jafnvægi hérna í loftinu og það er yfirleitt ávísun á handlafa fríkast. Binni á línuna en Aron er ekki að nýta sér þetta, boltinn fram hérna og vel klárað hjá Patriki.
Patrekur má eiga það, hann snöggur fram. Góður að meta aðstæður og stila metrum. Og minnkar þetta hérna í 5 mörk á 9. Það er seinni hálfleikur að verða hálfnaður. Haffi fer sjálfur, setur inn stöngina og fær vítakasti á. Það fær Tryggvi aðeins að tjá sig hérna gamla góða samræmið. Það ekki hægt að spila handbolta á þess að komi allavega einhver með þessa pentíku að ég var að saman báðum megin. En Þórður Tandri á vítapunktinum og skorar. Virkilega vel spilað hjá Selfyssingunum. Boltinn gengur vel þeirra á milli þar sem þeir ná ekki stöðuninni og í kjölfari klárar hann listilega úr horninu og Patrekur komið með 5 mörk. Flottur leikur í honum. Arnór Þorri er að klippa en þetta lesið að Tryggva setur boltan fram hérna og enn Patrekur að refsa væntanlega, já, hann skorar. Minnkar til 4. (31 til 27) og tæpt korter eftir að þessu. Hafþór inn á Frikka og Frikki skorar. Gríðarlegur kraftur í Frikka og það meira en að segja að stoppa hann. Og hér þetta óluleg blokkering. Þórsararnir fá nú ekki að taka þarna. Já, þetta skal endurtekið. Alvaro býður bara eftir hreyfingunni hjá honum Jóni þarna og stoppar hann svo. Jón er hérna línuna, bæði brotið á honum og svo Frikka. Haffi nær að redda þessu smá brasa sókninni Þór núna. Jón inn að miðju, erfið að sendingu fyrir Garðar en Garðar næstuð í búinn að refsa þarna. Erfitt tiltölulega þröngt færi horninu og plús það hann ekkert tilhlaup. Setur boltinn í stöngina og í kjölfari missa gestinni svo boltan. Og svo það Þórsararnir sem að missa boltan. Og Carlos Santos, þjálfari Selfyssinga, tekur leikhlé í stundinni 32-27 og 12,5 mínúta eftir af þessum leik. Eins og ég segi, Þórsararnir búin að vera sterkari aðilinn og eiga svona heilt yfir heilsteftari frammistöðu. En gleymum því samt ekki að Selfyssingarnir eru heila hálfkjörir kóngar í því að koma tilbaka í leikjum. Sjáum hérna markaskorarana Oddur Gretarsson, markaðasti maður vallarins með 9 mark fyrir Þór. En hann nú kominn af velli og kominn þess að í utan við peysuna og ég held að hann kom ekki meira inn á. Þórður Tandri svo einnig búinn að eiga virkilega góðan leik með 8 mörk en hjá Selfyssingunum eru Patrekur og Guðjón Baldur báðir með 5 mörk. Já, heldur reyndar að Patrekur sé komið með 6 mörk en það er kannski vitleysa í mér.
En já, þá erum við að klára hérna í að halda leika áfram. Og Selfyssingar koma inn á stað í sótina. Já, fínu vörn hjá Arnviði Braga, eins og Arnviði fyrir aðeins að róa sig og færa þarna smá tiltal frá Sævari. Ég er sammála þessu. Þekkt 2 mínútur áðan sem voru verðskuldaðar. En eðlilega erum við næstir að sýna sig þeirri fá tækifærið. Já, höndin uppi og bolti á inn á línuna og liggur hér eftir aðeins hann fyrirgefið hann Valdimar Örn. Og enn er Sævar að aðvara Arnvið Braga. Ég sé hann er full ákafur. Höndin er uppi. Og þarna voru sendingarnar búnar, fengu þetta fínt færi en sendingarnar búnar og Þórsararnir stóðu þessa vörn á sér. Og þetta er hins vegar virkilega vel gert hjá Þórsararnir fyrir utan skotið. Barbasinski, þetta er held ég sko á stysta færi sem ég hef séð Barbasinski. Og í kjölfarið refsa Selfyssingarnir með góðu marki hérna. Var þetta ekki Jónas sem að átti, nei fyrirgefið, þetta er hann Jónas sem að skoraði þarna og svo 2 mínútur á títtnefndan Arnvið Braga. 2 mínútur á hann hérna á skömmum tíma, nýkomin inn á. Þórsararnir með aukamann í sókninni. Það bregðast úr því að vera manni færri. Markið er rautt. Selfyssingarnir fara núna að mæta ansi framalega hérna. Hafi keyrir á þetta, reynir að finna Frikka á línunni en brotið á Hafa. Áfram með Hafi sem er potturinn á pannan í sóknarleik Þórsara. Höndin uppi. Hafi. Brotið á honum. Þurfa að reyna að virkja fleiri. Hafi með skoti og þetta steinliggur, hann þarf ekki mikið þessi gæi. Og kemur þetta Þórsararnir í 33-28. 9 mínútur rétt rúmar eftir að þessu. Og Þórsararnir sem náðu góðu taki á leiknum strax í byrjun hafa aldrei hleypt Selfyssingunum nógu nálægt. En þetta er vel spilað hjá þeim. Í þessi liðspunnin finna Valdimar á línunni sem að skora. Tók ekki langan tíma. Þetta er svo í horni, þetta er svo erfitt fyrir Þormar Geirkóð þessu
heldur það bara stimpluninni áfram. Höndin upp aftur. Já, sammála þessu, vantar aðeins meiri ógn. Já, Þórsarar er svona aðeins of passífir núna, en fljóti svo að refsa. En Hafþór er ekki að skora úr þessu og frákasti hjá gestunum. Yfir, en svo kemur skot að gólfinu, já, vel klára. Ég ætlaði einmitt að segja að gestirnir væri að fara að stilla við sókn, en þá kemur lúms skot að gólfinu, steinleikur og skyndilega 3 marka munur, 33-30. Fáum við smá meiri spennu í þetta hérna undir lokin. Haffi með sendingunni í hornið, það gengur á endanum, en fyrir að byrja upp á nýtt. Haffi á miðjunni núna, sé fyrir allt í gegnum hann. Arnór Þorri, það frákastinu, höndin uppi. Kemur þetta skot framhjá. Já, Jón með þetta skot framhjá, en Selfyssingar geta minnkað í 2. Hér er svo ítt við honum. Jónas í loftinu, ekki dæmt, skotið svo framhjá, hann að þetta rennur út í sandinn hjá gestunum. Þetta er líka 2 mínútur. Það er lítið við þess að segja. Jón keyrir hérna vörnina og Vilhelm Freyr fer bara af kraft í andlitið á honum. Og þráttur hann reynir að mótmæla þessu, þá var þetta algjörlega skýrt. Beðis hendanum afsökunar, var nú að mótmæla þessu til að byrja með, en þetta voru bara pjúra 2 mínútur. Erfitt að segja annað. 6,5 til leiksloka og þessi brottvísun gerir stöðu Selfyssinga enn erfiðari. Haffi með flottan bolta af Arnór Þorri með hlaupið á hárréttum tíma, skorar. Já, nýttu sér liðsmönnum virkilega vel þarna, góð tímasetning og enn einn stóðsendingin hjá Hafþóri. 34-30, Þórsarum í vel. Höndin uppi, já. Það er smá styrt hjá þeim og erfitt færi. Þessi bolti beint í andlitið á Tristan Ýl. Þetta hefur ekki verið þægilegt og 2 mínútna brottvísun á hann Hákon Garra þarna. Hákon komin í þrönga stöðu þarna. Ítt aðeins við hann líka til þess að ítt honum í það, get ekki stokkið út í teginn. Þá var orðið lítið eftir fyrir hann og hann ákvað hann að reyna að setja hann á hausinn á Tristan í markinu og boltinn bókstaflega á hausinn á honum. En Tristan grjótharður heldur áfram, eldrauður í framan af þessu. Þetta er vel klárað. Nýkomin inn á hann Ágúst Vilbergs. Hann skorar. Selfyssingarnir 2 færri
og þetta segja það núna bara spurning hversu stór sigur Þórsanna verður og þetta er víti. Á punktinn fer svo Guðjón. Já, skorar, hann búinn að eiga fínan leik. Allt galopið byrðið þetta 2 en frábær varsla en frákastið hjá Þormari sem að refsar. Þórsararnir 5 mörkum yfir Selfyssingar sem að fá fullskipa lið. Tíminn að verða knappur fyrir gestina. Og þetta hjálpar ekki. Haffi keyrir með þetta 2 en dæmt óluleg blokkering þarna. Selfyssingarnir keyra á þetta. Mér finnst Haffi að fengið smá taki aftan í læri. Meðan við tala um það þá vinna gestirnir vítakast hérna og inn á kemur áfram Guðjón Baldur. Guðjón er búinn að eiga fína leik. Örgur á punktunum, hvað gerir hann hér? Hann setur hann í stöngina hins vegar og frákastið hjá Þórsarunum. Já, hann má ekki hrósa of mikið. Það er nokkuð ljóst. Arnór Þorri upp með skoti, það er varið. Og virkilega vel gert, en þetta lína á Valdimar, frábær rykking hjá honum, en steig þetta örlítið inn í teginn og dæmt lína á hann. Rétt rúm mínúta eftir á þessu leik og eins og ég segi, Þórsararnir bara einfaldlega búin að vera skrefi framar í dag. Já, fínt brot þarna hjá Guðmundi. Og áfram fín varsla hjá Alexander í markinu, búin að eiga fína seinni hálfleik. Og hann má líka eiga það, hann er með mjög góða sendingar fram. Skilja sér þetta í marki hjá hann í Jason í degi. Vinkar til 4, já. Og þessi bolti hendar einhvern veginn hjá Arnviði Braga sem að skorar. Tíminn var að búinn, fá hérna hornafærið, en þetta endar á hörkuvörslu á Tristan Ýl og hann setur þess að Þórsararnir vinna þennan leik 37-32. Sanngjarn sigur Þórsara hér í dag og þeir tryggja sér því 3. sætið hér á opna Norðlenska mótinu. Minnum á að
úrslitaleikur KA og HK byrja svo hér klukkan 2:30 í KA-velinu, frítt inn og við sýnum hann áfram líka frítt hér á KA TV. En við kíkjum aðeins á tölfræðina í þessum leik. Já, markaðasti maður vallarins Oddur Gretarsson fyrir Þór með 9 mörk úr 10 skotum. Þóruð Andri með 8 úr 9. Svo var Hafþór Már Vignisson með 5 mörk. Brynjar Hólm með 3. Friðrik Svavarsson og Garðar Már og Arnór Þorri allir með 2 ásamt Þormari Sigurðssyni. Svo voru þeir Arnviður Bragi, Ágúst Vilbergs og Heiðmar Örn allir með 1 mark. Í markinu varði Kristján Páll 9 skot og Tristan Íljósson kom inn á undirlokin varði 2 skot. Hjá Selfyssingunum þar var markaðastur Guðjón Baldur með 6 mörk, Patrikur Þór með 5, Alvaro og Tryggvi báði með 4 mörk, Jónas með 3, voru Jason Valdimar og Hákon allir með 2 mörk og lokum voru þeir Elvar Eli, ætla að segja Hannes Höskuldsson, Anton Breki og Vilhelm Steindós allir með 1 mark og í markinu varði Alexander Hrafnkelsson 4 skot í síðari hálfleik en Jón varði 5 í þeim fyrri. Kíkjum á tölfræði liða. Já, 32 sigur Selfyssinga. Á endanum eru Selfyssinga með ögn betri skotnýtingu, 71% gegn 67. En sjáu það hins vegar að það er stór munur á töpuðum boltum, 8 hjá Þór en 15 hjá Selfyssingum og þar er svona helsti munurinn á liðunum. Þórsararnir náðu fórustunni strax og sjáu það á þessum 60 mínútum þá leiða þeir í 59 mínútur og 12 sekúndur. Eru með meiri markvörslu líka, þannig að þetta, já, sanngjarn sigur hjá þeim í dag. Og rétt að lokum kíkja á tímalínuna í síðari hálfleik, 20-17 hálfleikstölur. Selfyssingar náðu að minnka muninn í nokkur skipti niður í 2 mörk en komast aldrei nær en það og Þórsararnir vinna svo endanum 37-32. En já, ég minni á að það er úrslitaleikurinn hjá KA og HK núna klukkan 2:30 hér í beinni á KA TV og saman tíma hvet ég alla sem gera það til að mæta í KA-milið, það er frítt inn og eina við til að sjá góðan handbolta. En annars þakka bara fyrir í bili, Ágúst Stefánsson heiti ég og þakka Stefáni Jóhannssyni fyrir aðstöðuna. Við komum svo ferskir eftir rétt klukkutíma. Bless, bless!